Ágætu yndislegu áhorfendur. Við erum samankomin til þess að ræða það sem að á dagana hefur drifið, kannski má segja það, og við ætlum að segja hérna smá vitnisburð. Og öllu okkar auðvitað lífshlaup, eigið lífshlaup. Mitt lífshlaup auðvitað náttúrulega tilheyrir mér einum og þitt lífshlaup sömuleiðis þér. Það sem ég hef reynt, það svo sem ekkert ólíkt kannski endilega svo lífshlaupi annara, en reynsla mín þessi og þín reynsla önnur. Þannig var að ég var auðvitað yngri en ég í dag einu sinni og gerði ýmislegt sem að kannski maður hefði nú kannski ekki átt að gera, en það þýðir nú lítið að vera að tala það. Og ég eins og margir aðrir tók töluvert mikið af myndum hérna áður fyrr og átti þessar myndir fylgdu mér í mörg ár og í áratugi í raun. Og svo fyrir nokkrum árum síðan að maður var svona annars lagi að fletta í gegnum þetta og ég fór að taka eftir því að þessar gömlu myndir mínar af mér ungum og sætum og allt saman það, þær voru svona að valda mér alls konar truflunum á hérna ástandi dagsins og ég svo ákvað ég það í daginn að bara losa mig við þessar myndir. Það sem gerðist var það að þegar ég fór að skoða þessar myndir af sjálfum mér, ég var ekkert að dæma neitt nema sjálfa mig þarna, að þá sá ég ýmislegt í mér sjálfum sem ég vissi að var ekki í lagi. Og ég sá í þessum myndum ungan mann með grímu. Og það var nú bara staðreyndin að maður var bara með grímu. Maður var að fela sitt raunverulega ástand á bakvið eitthvað sem ekki var og þetta vissi ég, það vissi þetta auðvitað enginn annar nema ég. Og þegar ég fór að skoða þessar myndir, þá fór þetta allt saman að rifjast upp fyrir manni og maður var að sjá þarna bara einhvern gervikall. Og svo fór það þannig í raun og veru að maður fór að bara verða illa við henni eins og ég sagði sjálfur hennar vitleysingi sem ég var að horfa á þarna, sem var ég sjálfur á þessum myndum. Ég sá þetta, brosandi fólk og allt saman það, en ég vissi meira í kringum þetta, vissi þarna var einhver leiðinda ástand í gangi og þó myndirna segði ekki neitt og svo framvegis. Þetta var ástæðan fyrir því að ég bara eiginlega nefndi ekki að standa í þessu lengur að vera neitt að burðast með þessar myndir. Ég átti þykkan stafla af myndaalbúmum en auðvitað var þetta rangt að gera þetta. En það var nú ekki bara þessi ástæða sem lá til grundvallar og hún væri stór, heldur annað á þessum tíma þá var ég alltaf að flytja á milli staða og maður var farin að hafa þetta bara þannig að það sem maður ekki var að nota svona dagstæli, ég losaði mig bara við það og þar á meðal notaði ég tækifærið og losaði mig allar þessar ljósmyndir sem ég átti sem var alveg heill bunki. Og ég átti meira af þessu, ég átti líka 8 mm kvikmyndir sem ég var að taka frá þessum sama tíma og það var sama sem gerðist þar þegar ég fór að vinna þær meira, að þá var það sama tilfinning sem greip mig og ég fór að bara horfa á þennan unga mann og sjá grímuna sem hann var með og hvernig hann leið í raunverulega inn í hjartanu sínu og sem var ekkert neitt sérstaklega gott ástand og það var sama tilfinning sem greip mig þar ég fór að bara tala þennan vitleysing þarna. En svo hélt ég áfram að vinna með þessar kvikmyndir mínar sem betur fyrir þá gerði ég það nú og svo komst ég yfir þetta og svo allt í einu vaknaði ég upp við það að mér var bara farið að þykja vænt þennan unga mann og það einmitt það sem að gerist í dag, að mér þykir bara vænt þennan unga mann sem að þarna var, jú hann var með grímu og hann var þetta og hann var hitt, en það ekki lengur, þegar ég sami maður og myndirna voru að sýna af og ég ekki sami maður í dag og ég var þá og svo fyrir að þakka drottni Jesú Kristi sem mætti mér á sínu tíma hvað sem menn segja síðan Krist, þá gerði hann og allt þetta fyrir mig og þess vegna set ég þetta niður hér vegna þess ef þú ert á sama stað
og þú ert að gangi gegnum ykkur krísu, hún er erfið, hún er leiðinleg og hún er vekur þér alls konar, haltu áfram. Því hefði ég gert þetta með ljósmyndina mína, þá hefði sama niðurstaða fengist að ég hefði bara farið að þykja vænt þennan mann sem gerðist aðeins seinna með 8 mm myndunum mínum. Og þá líklega ætti ég þessa myndir í dag, því að svona eftir á að hyggja þá var þetta ekkert mjög viturleg ráðstöfun að fara svona með þar, en þetta var gert og það þýðir ekkert að vera að berja sér neitt fyrir það og sumt bara sem að gerir bara ekkert neitt sérstaklega viturlegt, en ég ætla ekkert að berja mér neitt fyrir það í sjálfu sér, það bara farið og myndir eru bara myndir og fortíðin bara þá í hjarta mínu og hún bara góð þar. En umfram allt málið það, ef þú ert að vinna í einhverju fortíðardæmi, þá haltu áfram og þú getur verið viss það, hver sem þú ert, að á einhverju stað verður þetta rosalega erfitt. En sigurum vinnst af því að við höldum áfram. Í mínu tilviki voru þetta myndirnar sem ég var að fletta og ég sá mynd af sjálfum mér og vissi náttúrulega söguna í kringum þetta og þetta rifjaði upp fyrir mér alls konar sem að ég vildi ekki að það hefði gerst en gerðist og þetta olli manni alls konar tilfinningum og svo fór ég að tala þennan unga mann bara sem þessi vitleysingur þarna sko. En það ekki lengur. Þegar einu stað þá sem sagt komst ég yfir þetta og mér fór að þykja vænt þennan unga mann og mér þykir raunverulega mjög vænt hann í dag. Og það bara gott mál. Og þetta vil ég hvetja þig og þess vegna settist ég niður til að gera þetta efni, því ég veit, reynslan hefur sýnt mér það í gegnum tíðina, að það eru margir á þessum stað sem eru kannski orðnir fullorðið fólk og þeir eru á þessum stað að þeir horfa yfir sitt líf og hrista bara höfuðið. Þetta fólkið sem þarf að taka sér taki og láta sig hafa það að fara í gegnum þetta ferli, tilfinningaferli, þetta ekkert annað tilfinningar sem vakna, því að Guð ætlar að vinna þetta með þér. Og svo allt í einu kemst á leiknan sjó með þetta og þú ferð að skoða þessar myndir og þú ferð að líta á þetta bara sem part af þínu lífi og þér ferð að þykja vænt þetta. Og það svolítið betri tilfinning heldur það að hrista bara höfuð og tala illa sjálfan sig sem að enginn maður á að gera. Það verður engin leyfi til þess í raun og veru að tala illa hvorki aðra og einstaklingurinn hefur heldur ekki leyfi til þess að tala illa sjálfan sig. Okkur á að þykja vænt lífið og það líf í þessu hjarta og þá hristir maður ekki höfuð yfir einhverju sem að gerðist einhver tíman og bara fer svo að hata þennan einstakling með sjálfum sér. Það ekki rétt. En yfir þetta komst maður fyrir margt löngu, fyrir nokkrum árum en þó ekki fyrir nokkrum árum síðan, því að maður fór aldrei í þessa vinnu og kannski vissi ekki af henni fyrir maður fór að skoða þessar myndir og einhverjum tímapunkti þá fóru þessar tilfinningar að vakna sem að ég veit í dag að voru til þess að vinna meira með, en ég gafst upp á miðjur leið og henti myndunum og þar með var sá draumur búinn, en ég átti annar pakka sem að kallaði sama fram, en ég gekk í gegnum það og í dag þessar myndir bara ánægjuefni og ekkert nema ánægjuefni og ég að vinna með þetta ennþá og skoða þetta og bara gleðjast af þessu því að hafa fyrst og fremst bara gert þetta, sýnt þetta, framtaka yfir þetta, fara út í þessa vinnu á sínum tíma með þá kunnáttu sem maður var með þá og sem var náttúrulega bara óx með því sem ég gerði þetta meir og ofta. Þannig að þú sem ert á þessum stað núna ert að gangi í gegnum einhverja krísu, haltu bara áfram. Því að Drottinn, ég að tala til trúaðra manna þetta, því að Drottinn með þig í einhverju ferli sem hann ætlar að ljúka með þér. Það var einmitt það sem hann gerði við mig, hann lauk því með mér. Og ég komst yfir og fór að þykja vænt þennan unga mann sem ég áður bara hristi höfuðið yfir og kallaði ónöfnum. En það allt á rán. Fortíðin bara fortíð og við öll höfum gert mistök í okkar fortíð, margskonar, og við vorum svona og við vorum hinsegin, en í dag þýðir ekkert að vera fást það. Þetta bara liðið, þetta gerðist, svona var þetta, þó það nýtt í dag, þó það aðalatriði málsins að það komi nýtt inn í myndina.
og það þetta nýja sem við ætlum að horfa til og vera í og dvelja hjá. Ekki þetta gamla og allar þessar hugsanir sem komu upp þá og allir þessi atvik sem gerðust þá, þau tilheyra manni ekkert lengur nema sem bara þægileg minning. Það líka þetta afgreiða mál frá sér með þeim hætti. Og það ástæðan fyrir því að ég settist niður núna og gerði þennan vitnisburð minn, og þetta vitnisburður sem sannur og ég kalla drottinn mér til vitnis það að svona nákvæmlega var þetta. En þetta var svona, en þetta ekki svona lengur í dag, því að í dag þykir mér bara mjög vænt þennan unga mann sem ég að horfa á þessum 8 mm myndum að dæmi sem tekið, þó ég geti reyndar ekki hort á hann í gegnum ljósmyndirnar, en þá myndi mér bara samt ef ég sæi það einhvers staðar að þykja bara vænt þennan unga mann. Og þetta hvatningin til þín, áttu að þykja vænt þetta fólk og sjálfan þig frá öllum tímum, sama hver staðan í dag. Jesú nafni. En Konráður Rúnar Friðjónsson kveður og trúar að þú hafi fengið eitthvað til þess að hugsa og móða úr og vinna með, og ég hveti þig að þú ert á þessum stað, láttu þig hafa það að fara í gegn. Því á einu stað kemst inn í lygnan sjó og þú sér að þessi vinna var ekki árangurslaus niður til einskis. Amen.